Álfrún Rós Gísladóttir, vertu velkomin til minnispjallið. Takk. Hvað ertu kölluð? Álfrún eða þú ert búin að vera? Álfur, Alfí eða á Englandi ég kallið Alfí því að Álfrún svolítið erfitt fyrir englendinga. Já, ég get ímyndað með það. En þú ert búin að, þú ert raun og veru uppalinn í Englandi, í London, nánast rétt fyrir utan London. Já, ég búið þar síðan ég var 3 og háls. Og þú ert lærður hvað leiklistar, búin að læra einhverja leiklist? Sko, systir mín segir að the solution to all my problems að fara í skóla, alltaf þeim líður illa þá fyrir skóla, þannig að ég lærði í heimspeki og leiklist og í ritlist, já. Já, lærður svona leiklist bara? Já, ég lærði leiklist í The Royal Central School of Speech and Drama sem virtur skóli í London. Mitt. Og svo ritlist hérna heima á Íslandi. Já, ég kom í COVID og sótti vissi ekkert eða ég held ekki að ég myndi komast inn en ég komast inn, ég veit ekki hvað ákvörðin það var en Akkur helst að þú kemist ekki inn? Bara því ég sótti á íslensku og ensku, ég bara ég reyndi mitt besta en náttúrulega íslenska ekki mitt fyrsta ritmál þó að sé mitt móðurmál, þá er ég ekki góð í því, þannig að ég hafði áhyggjur á að, eða bara þau eru náttúrulega að reyna að opna fyrir að fólk, en komist inn sem ekki með íslensku sem fyrsta mál, þannig að ég var með, mjög flottum pólverja sem talar íslensku og skrifar á íslensku, en það var gert krafum að við myndum skrifa á íslensku, sem bara mjög gott. Já, fín æfing fyrir þig. Mjög mikið læring fyrir mig. Mamma satt alveg yfir og stundum var ég að lesa upp átt fyrir ömmu og hún bara hlóa mér, en það er bara að fyndi. En segðu okkur, ég þekki nú alveg aðeins til, þekkti bæði pappa en og auðvitað mömmuðina. Segðu okkur og áhorfendum, hvað þau og þið voru að gera í Englandi. Af hverju ert þú alinn upp á Englandi? Ég meina þetta lengst í stuttumáli, þá voru mamma og pappi bara að leita að einhverju held ég og mamma var nýbúin að læra að vera kennari hér og svo langaði pappa að fara út einhvert til Ástralíu, Kanada eða Englands að læra grafíska hönnun og valdi England út í það auðvildar að henda okkur til ömmu og afa í fríunum. En já, og svo einhvern veginn var það að mamma fór að vinna með Kólars Krókrand á tímabili eftir að hafa verið útvarskona og skrifa bók og alls konar. Og þar byrjaði einhvað ferðalag með tónlistabransunum og svo á einhvern tímapunkti þegar reyndar eftir pappi fekk hann vann sem grafískur hönnuður lengi og svo fekk hann stórt hjartaáfall og hætti að vinna þar og byrjaði svo að vinna með hljómsveitinni Sign sem var held ég aftur að byrja sem sagt Ragnar og Egill eru frændur mínir, þeir eru synir bróður pappa. Og fyrir það er örgulega fjölmargir hlustendur sem að bara svona sperra eyrum til Kolrassa hvað? Já, Bellatrix. Því að það er sem sagt hljómsveit sem var og hét Kolrassa Krókriðandi og fóru út í Víking eða þannig gerðu út frá Breitlandi þegar voru að vinna með mömmun og breytti nafninu Bellatrix. Já, kóheadlina með Coldplay og ég var eitthvað að selja bóli þar og hitta Chris Martin baksviðis og Ég átti eitt og að finna interaction með Chris Martin einu svona einhverjum skítaklúb þar sem að þeir voru farnir að verða frægir og Parachutes kom og þeir voru hann var að heimsækja vinsinn sem var að spila á sama svið og Bellatrix og ég fer 12 eða 13 ára baksviðis og er að leita af þessum strák sem var í þessari hljómsveit og því ég var svo skotin í honum og ætlaði að láta hann skrifa á plötuna hans. Og ég kem baksviðis og ég reynda má ekki segja það sem ég sagði, en og hann rekst í mig, Chris Martin, hann bara, hvernig þú að leita, og ég er einhvað rosa lítil stelpa og hann bara, akkur er þú hér í þessu, hello, og ég bara,
Chris, sko, ég ekki að leita að þér, ég veit ekki hver þú heldur þú sért. Og hann bara, wow. Og segir einhvað, já, þessi gaur algjör MF-er og ég bara, og hann, nei, ég ætla ekki að segja þetta, oh my god, hvað ertu gömul? Ég veit hvað þetta þýðir, Chris Martin. Algjör. Já, ég man á einhverja svona sögursögnir að hvort það hafa átt að verið einhverjir blossar á milli Chris Martins og Elísu eða eitthvað allavega. Ég man að fóru sá og kreika lagið Yellow væri einhvern veginn samið íslenska blondínu. Er það ekki bara ofgóð saga til þess að vera? Þú erum ekki sleppa henni. Nei. Einmitt. Þannig að þú ert svolítið alin upp í að lifir og hrærist í svona menningar og músikbransa í gegnum mömmu og pappa. Já, svo var mamma náttúrulega einhvað að hjálpa ykkur á tímabili í mínu þannig að ég var alltaf einhvern veginn svona skuggi mamma og pappa á tónlistarvenjum baksviðs eða úti að selja plötur fyrir ykkur og stíður svona. Þú ert svona bara dæmd til þess að verða eitthvað svona menningar listaspíra. Ég reyndi mitt besta að gera ekki, sko. Ég sá ykkur öll í kringum mig, ég hugsa, vá, þetta svolítið líf. En já, ég var alltaf, ég fór alltaf ein í, klukkutíma strætó á laugardögum í leikhús að gera svona laugardagsleikhús og var rosalega, taken hvað sem svona háð því og já, en svo ákveði ég ætlaði að fara að bjarga heiminum, fór til Kólumbíu og það var, partur af mínu sögur, ég fór til Kólumbíu í 2 ár og var þar og eignaðist kólumbískan kærast og var í þessu dæmi og ég er búin að heldur að þér hafi tekist að bjarga heiminum í Kólumbíu? Já, segðu það ekki. Það er ekki alveg augljóst að það var ég sem bjargaði þessu öllu. Nei, ég meina þetta ekki, ég var 18 ára og svona naív en ég meina þetta opnaði heiminum fyrir mig allavega. Man náttúrulega á það svolítið gott. Þú tala vantilega reybrandi spænsku þá eða hvað? Já, ég get það. Gott að búa því. Já, ég er mjög heppin. Fyrirhundi minn átti, fyrirhundi kona hans var frá Kólumbíu, þannig að þetta kemur allt svona, þetta lítill heimur og dóttir þeirra talar spænsku sem, eitt af málum sem hún talar ensku, spænsku og íslensku og ég skil öll þessi mál þannig að hún getur ekki falin einu fyrir mér. Það er hendugt. Mjög hendugt. En ok, og þú ert með þinn leiklistar bakgrunn eða þú lærið leiklistina og svo ritlist og svo skrifaru þetta verk sem við erum að fara að tala um núna og verður sýnt núna í Reykjavík á 4. og 5. mars. Já, 4. og 5. mars, já. Sem að heitir Dead Air. Er það fyrsta leikverki sem að þú skrifar eða? Já. Á mínum gamla aldri þá já, ég bara kláraði ritlist og ég held ég fór í ritlist bara til þess að hvetja mig áfram og því ég var búin að vera að reyna svo ofta að skrifa einhvað leikverka einhvað bara og já, þannig að ég bara ákveði að þetta væri bara my shot að koma úr ritlist og fara og kynna mig afturinn og því að COVID var svo erfitt fyrir leikara og það er búið að vera alls konar snúningur í heiminum, í þessum heimi. Þannig að já, ég ákveði bara að skrifa þetta leikverk og það sem lá á hjarta þá var þessi missir. Ég misti pappa minn 2023 og ég var líka að útskrifast held ég átti að útskrifast á en ég útskrifast svo 2024 og því ég var ekki alveg á réttum stað. En já, þannig að ég ákveði að skrifa bara missir en ég þurfti að finna einhvern vinkil sem mér fannst þú veist, því það er svo margir sem skrifa missir og það er flott og gott en mér leið eins og ég gat ekki alveg skrifa bara ráa efni, það var ekki alveg einhvern veginn, kom ekki alveg til mín þannig. Þannig ég fór að hugsa þú veist, miðla og pappi, hann var svo mikill trúleysingi að og þegar einhver degir, ég veit að þú er líka gengið í gegnum þetta að þegar einhver degir þá gerir svo margt í kringum mann og fólk segir svo margt og þetta verður eins og svona einhverja bara svona
orð sem þýða í rauninni ekki neitt fyrir honum í þessari þoku, skilur þú veist, hann á betri stað, allt svona hluti sem fólk segir til þess að láta hann liða betur. Já. Og fólk var ofta að segja mig, já, þegar ég misti pappa minna eða mömmu mína, þá þú veist, var hann alltaf að koma til mín sem fugl í garðinum eða einhver svoleiðis, og svo var frænd minn einhverjum vikum eftir að pappi dó, sendi mér skilaboð á Facebook, heyrðu, pappiðin kom í draum til mín í nótt, og ég bara, þú veist, MF-er í alvörinu kom til þín í draum og ekki til mín, og ég bara, ég þurfti að róa mig, ég var bara, nei, alveg, þú veist, þetta bara, þú veist, fólk bara að díla við þetta eins og þau díla við þetta, og þú veist, hann ekki að fara að koma til þín draum, og því að hann var trúleysingi, hann verður ekki draugur, hann verður ekki, þú veist, þú veist, hann er ekki fugl, og ég vildi ekki leyfa mér að, þú veist, ímynda mér hann einhvern veginn, eða tala við hann, mamma var alltaf einhvern, bara talaði við hann, og þú veist, bara ímyndaði að hann sé að tala tilbaka, ég get það ekki, þú veist, og því að það fer á móti öllu sem hann trúði. Þannig að ég var svona forvitin yfir af hverju ég vildi halda svona fast í, þú veist, það sem ég hélt að pabbi myndi gera eða ekki gera. Já. Og ég á reynslu, þú veist, að vinkonu mín misti bróður sinn mjög ung, við vorum öll mjög ung, hann var 16 ára, dó í bílslysi, og þau byrjuðu að fara til miðils, og ég var rosalega pirruð út í hana á einhverju tímabil, og ég segi bara, þessi miðill bara, þú veist, sökkar og bara einhvað blablabla. En svo, þú veist, eftir þannig dauða, þá fór ég svona meira að reyna að skilja, þú veist, af hverju, þú veist, auðvitað langar mann að tala við hinn látna, auðvitað, þú veist, hvað myndir ekki gera til þess að tala við þessa mannesku aftur, og ég var alltaf að, þú veist, loka á, ég var alltaf, þú veist, nei, þú veist, hann bara dáinn, og það bara búið, og þú þarf bara að, þú veist, en þá ég einhvern veginn að loka á einhverju sem að, þú veist, ég trú ekki á miðla, ég trú ekki á, þú veist, Guð, ég trú ekki, en má ekki vera einhvað, þú veist, við erum bara mannskepnur, við erum með ímyndarafli, og við erum, þú veist, við elskum, og já, ég veit ekki, má ekki vera einhvað. Þannig að ég fór allavega, þetta er löngsaga, en ég fór svona að velta þessu fyrir mér. Þetta er mjög áhugaverðar pælingar. Já, ég get alveg tengt við þetta allt saman. Og þá var ég einhvað að ég átti að vera að skrifa fyrir mastersrykjunum mína, en þetta var ég að prjóna og horfa á Real Housewives, en og fór að horfa á heimildamynd AI-tækni, og ég vissi ekki hvað var hún heitir Eternal You, og það er þessa gervigreinda sorgartækni, þar sem að þú í rauninni getur sett allt þitt data, hvað er það á íslensku? Já, gögn bara. Öllin gögn. Einhvern sem er látin. Einhvern sem er látin, eða þú getur gert það áður nú deyrð, og svona gert það tilbúið fyrir það sem og þá sko, gervigreindin, hún reynir að vera eins og manneskja, eða ekki, þannig að hún talar við þig sem hún svona analysar þessi gögn og segir, þetta eru the patterns, þetta er, þú veist, hvernig þessi manneskja talar, þannig að ég ætla að reyna að tala svona. Og túlkar þá manneskjuna út frá gögnunum sem eru alveg fyrirleikjandi. Já, og þá getur þú tala við gervigrindina og hún gefur þér svona spontant respons, þannig að hún reynir að líka eftir karakter. Já, hún er ekki að endurtaka það sem manneskjan segir. Og þar með kemur þessi svona mannleg hegðun, eða þú veist, þá finnst þér hún vera eins og manneskja frekar en, þannig að hún reynir að svara eins og manneskjan myndi gera, ekki eins og hún hefur gert. Og prófaðir þú þetta? Að hlaðin gögnum pappaðin, af pappaðinum til þess að geta talað einhvern veginn við hann í gegnum gervigreind? Mér fannst það ekki veganlegt. Fyrir mig þá var það, þú veist, ekki,
ég svona spurði mig siðferðislega spurningar hvort að hann myndi vilja það og þú veist, það er náttúrulega líka vandamál, þú veist, ef að þú ert ekki búin að samþykja að gögnin þín séu notuð, þú veist, af hverju, þannig að ég í rauninni, ég las mér rosalega mikið bara, horfði á þess að heimildinbind, las gervigreind sem eru til og fólk sem eru notaður. Og fólk actually að nota þetta svona, með því að svona einhvern veginn að ná einhverju tengingu við hinn látna með því að tala við gervigreind sem uppfull af gögnum frá viðkomandi. Já, það er notað, það er fyrstu svona fræga replika og það var einhver sem að bjóð til þessi gervigreind til þess að tala við vin sinn sem að þau hefur mist og það er bara svona purely text og það er til og maður getur notað hana. Og svo er önnur sem heitir Project December sem líka svona text og You Only Virtual og svo þróun hefur komið á þann stað að það er einn sem frá Suður-Kóríu sem heitir Rememory, þar sem þú getur líka uploada vídeo þannig að það gerir svona deepfake vídeo af mannskjörnum þannig að þú getur talað og í sýningunni nota ég það. Svo áður en ég las leikverki þitt þá ég gerði mér einfaldlega ekki grein fyrir að þetta væri í boði, þetta væri einhver option sko. En ég hef þetta séð bara í Facebook-feedinu mínu svona, þá svona auglýsingar að þú getur látið gamla ljósmyndir lifna við veist, og það þetta, ég tengi við það að svona ég hef alveg hugsað, ég hef ekki gert það samt, ég hef hugsað alveg að prófa að setja mynda mér og pappa saman einhvern veginn og sjá hana lifna við og við kannski, þú veist, í nokkra sekundur erum að tala saman eitthvað, en ég hef ekki gert þetta samt, en þetta alveg ríkt í manni þegar maður saknar einhvers að vilja einhvern veginn prófa þetta, ná þessari tengingu. Já, ég meina af hverju erum við, þú veist, með drauga og af hverju skilur við erum búin að vera bara síðan forna öld að reyna að tala við látna á mismunandi hátt og þetta þegar myndatökur komu fyrst til í spil, þá var fólk hrætt að myndi stela af þér sálinni. Já. Og líka þessar myndir sem allar heima hjá okkar afa þar sem að þú veist búið að skera út einhverja manneski sem dó fyrir myndatökunni. Þú hefur séð það? Nei. Það amma mín misti mömmu sína þegar hún var 7 ára og það var bara ein mynd af henni og það var engin mynd af fjölskyldunni sama og því að þau voru, þú veist, ekki að taka myndir á hverjum degi eins og við erum að taka. Þannig að þetta svona uppsettar eða stiltar myndir og þá bara henni mömmu hennar bara cut og paste basically, inn á myndina og maður sér það ekki alveg strax en þetta var mjög algengt á þessum tíma. En fannst þú fyrir einhverju svona þó þú hefur svona stoppað á svona siðferðilegum spurningum, eða fannst þér svona löngun til þess að gera eitthvað svona? Auðvitað. Ég held að þú veist, þetta tækni í svo miklu, þú veist, hraðþróun og svo nýtt og þú veist, eins og við erum öll að spyrja okkur með gervigreind, þú veist, hvað er rétt, hvað er rangt og þú veist, allar þessar spurningar sem komu upp í daglegu talið. Þannig að ég var svona, þetta ekki orði normalisera en ég hugsa kannski á einhverjum tímapunkti verða, þú veist, normalisera og því að við erum djúp í nostalgíu, þú veist, við horfum á vídeo, við horfum á við erum alltaf á Facebook og ég meina pabbi kemur upp á Facebook feedinu mínu á hverjum einasta degi. Halló. En það truflar mig alveg. Þú veist, þetta svona digital footprint, þessi fótaspor sem fólk skilur eftir. En svo hugsa ég, þú veist, einhver var að segja mér að þau voru að búa til svona memorial vefsíðu þar sem að hann var mjög spenntur yfir því, hann svona tech bro og hann var að tala Pabbiðin, eða? Nei, þetta er frændi minn og hann að vinna í gervigreindum og einhversulegs og hann var að setja upp svona síðu þar sem að þú getur sett öll gögn þig og svo getur einhver tala við þig eftir 400 ára og hann sagði, alveg, er það ekki spennandi að fá, þú veist, rétt frá fólki, þú veist, ef að þú verður að tala við Kleópötru eða þú veist, einhver sem að, ég veit ekki, Egill Skallgrímsson eða þú veist, einhver svoleiðis og þú fengir að heyra það beint frá honum og ég segi já, en það
væri samt einhver vingil, eða þú veist, þau væri samt að segja frá sér og ekki eins og aðrir sæði og þú veist, það er ekki endilega, hvað er rétt, skilur, hvað er, þannig að, og líka er það ekki svolítið mikið að vera að, þú veist, eiga alla, þú veist, alla bara, og þetta, það sem stoppar mig eiginlega mest er að, hérna, og læt mig hugsa líka er þetta svona kannski ákveðin svona democratization, hvað myndir að segja það, svona að þú veist núna ef við getum öll tekið myndir, við getum öll uppfært hérna okkar ástvinn á tölvu og tala við þau endalaust. Það, þú veist, betur en áður þar sem að það er bara kongar og einhverjir settir í, þú veist, í bækur og gera styttur úr, þú veist, erum við, þú veist, er þetta eins og social media þar sem allir geta verið frægir, allir geta verið, þú veist, það er hægt að muna eftir öllum og öllu og ég veit ekki, þú veist, erum við aðeins og ég held að Adam Curtis talar að, þú veist, við erum svona svo djúpsokkinni í nostalgíu að við erum aldrei að, þú veist, halda áfram. Við erum ekki að líta, þú veist, í framtíðina, við erum alltaf að líta... Alltaf að líta baksins speilin. Já. Hérna, nú, ég held að það verið nú síðust áramóti eða þar segist, ég man ekki hvort, þá var í áramótasköpunu, þá var einmitt gerfigreind nótið til þess að kalla fram aftur Hemma Gunn. Já. Einn, hérna, ásælasta son þjóðarinnar. Já. En það var ekki öllum skemmt. Það var svona, ég held að einhverjir fjölskyldans hefði til dæmis ekki verið rosa hrifin á þessu og þetta er svona alveg á mjög gráu svæði ennþá. Einmitt. Og þegar maður gerir heimildamynd eða mynd Elvis til dæmis, þú veist, það eru örugglega einhverjir sem eru að fara að kippa sig upp það í fjölskyldinu og þú veist. En hvernig skrifar þetta leikverk að, sem sagt, þú ert í raun og veru að skrifa eiginlega þig sjálfa og fjölskylduna, þá þetta sé ekki endilega að vera akkurat þið, en þá er augljóslega samstæður og þar í persónan í verkinu, hún talar svona við látin föður sinni eða hvað. Já, persónan í verkinu heitir Alfie. Já, eins og einhver sem að við þekkjum. En þú veist, Alfie er ekki nafnið mitt, alveg eins og AI gerfigreindin er ekki manneskjan. Og þú veist, þannig að ég er svona, þetta er smá svona metta hjá mér. En já, þetta er, þú veist, tekið úr í rauninni. Ég segi þetta er ekki sannleikurinn en þetta byggt á persónulegri reynslu. Fylgir hérna tilfinningum, veist, eins og ég held all listverk gera. En þetta, ég set mig í verki sem manneska sem er að fara í gegnum sorg og er að leita af svörum fyrir, og þú veist, og að tala við pappan er það eina sem henni líður eins og mun hjálpa sér í þessu verki. Og því ég þurfti svona svolítið að finna, þú veist, ég myndi ekki sjálf gera þetta, ég treysti á tíma og þú veist, kærleika vinum mín og þú veist, allt það til þess að koma mér í gegnum það, en þegar maður er komin og ég hef verið sjálf í mjög svona dökkum, svörtum tímabilum, þú veist, andlega, að þegar maður er sokkinn svo langt niður og sér ekki leið út, þú veist, ef maður grípur í einhvað svona, þú veist, hvað gerist þá? Það er svona spurningi sem þú ætti að spyrja með þessu verki. En hefur þess að, er þetta að meina eftir andlát föðins að það hafa verið sokkið djúpt og hefur þetta verið mjög erfitt, þessi missir? Já, og ég hafði misst hérna fóstur tvisar rétt fyrir. Þannig að þetta svona sló á ákveðin tímapunkt í lífinu mínu sem að var mjög erfiður. Og það er alltaf erfitt að missa og syrgja. En ég held að bara eins og allir það er aldrei neinn góður tími til þess að missa einhvern. Maður er alltaf, þess lífi heldur áfram, lífi er að gerast, skilur, og hérna, þannig að, já, það var staðan á mér og það er staðan á Alfie í verkinu, þó þess, hún er ekki ég, en hún er bara, og ég held að það gangi í gegnum svona mörg missir í einu
og svo í rauninni gangi í gegnum stærsta, ég held að missa pappa minn hefur verið og verður örgulega eitt af því erfiðasta sem hefur nokkuð tímann komið fyrir mér. Ég held að það sé örgulega hvernig sambands sem þú ert með við pappa þinn eða mömmu, þá foreldramissaðir bara mjög erfiður fyrir alla, hvort sem að þú nærð saman við þau ekki. Ég var svo heppin að hann var einn besti vinur minn og mjög góður vinur margra. En það hvort sem er þannig eða ekki, þá maður samt alltaf einhvern svona framlenging af foreldrum sínum. Já. Og maður uppgötur allavega einhvern tímann og hvernig sem sá punktur kemur að þegar einhvern veginn pappi er dáinn, þá er eitthvað sko af manni sjálfum sem að hverfur. Einmitt. Þannig að þetta er alltaf svaka prósess. Ég held og þó að það gerist mjög sko þegar foreldrarnir eru orðnir vel fullorðnir, gamalt fólk sem kannski búið að fá alveg nægi út úr lífinu og svona, þá það samt sem áður alltaf einhvern veginn eitthvað hverfur þegar foreldrarnir fara. Auðvitað. Og það einhvað svo skrítið við að þau stoppa einhvern veginn, og því að pappi minn, hann var alltaf að uppfæra sig, hann var alltaf svo sami, en samt, hann var alltaf að kannski segja nýja brandara eða eitthvað nýtt og segja mig frá einhverju, og það mér finnst það svo erfitt að þurfa að líta tilbaka á minningar og ekki eiga ný samtölu, og þess konar líka fannst mér þessi gerfigreind svo forvitnalega, og því að hvað myndi pappi segja við þetta akkurat, En hvað, í þér þú veist, ég spyr sjálfa með það sem leiði ég að spyrja þig, heldur þú minnir einhvern tímann gera þetta kannski, að þú veist, að hlaða upp í gerfugreind og þú veist, heldur þú látist undan freistinguna að tala við pappaðin í gegnum, þó þessi bara í gegnum gerfugreind, þannig að þetta hljómar mjög forvitnilegt þegar þú ætti að segja mig frá þessu. Já, sko, ég held að ég þyrfti sjálf að vera komin á einhver stig, langt fram tíma, en en já, ég meina, en ef að kannski að ég og mér langar að það hitti pappi minn, skilur. Sérstaklega kannski þegar þetta orðið það tæknilegt að þú veist kannski með einhver svona frívítargleru eða eitthvað og þú sérð bara manneskjuna bara holdi klædda raun og veru sko og röddinn og talandinn og allt það, ég veit ekki alveg, þú veist, hvað mér finnst það, en það eitthvað svona sem að tóga mann alveg, mann langar að kíkja að inn, sko. Já, einmitt, og þú veist, það hafa margir áhyggjur af hvað þetta gerir við okkur, skilur, sem bara við erum náttúrulega bara mjúk og dýr í rauninni, skilur, við erum við að ráða við þetta, skilur, skiljum við í alvörni, að þú veist, ég man þegar pabbi dó, þá setti litla frænka mín hún var alltaf að klæða sig í fötin hans og mér fannst það svona óþægilegt en samt gott. Þetta myndi mig á hefur ekki farið í safni þennan nornasafni, það sem svona nærbrók, það sem sett á byggu til brók úr skinni á manns og var að töfra enduræsa manns, það var svona töfra enduræsa mannski með því að búa til skinn það einhvern veginn mynd, en allavega þetta spennandi, þetta scary, en það þú veist, en það allt svona nýtt scary og við þurfum að hugsa okkur, þú veist, hvað erum við á réttum stað, þú veist, erum við að fara að fríka út, skilur og líka hvað ef að þú veist, gerfugreindin segir einhvað við þér sem að ekki næs, þú veist, ég var alveg lesi svona þar sem að einhver kona sem var rosalega kristin, hún fyrir að tala við Project December sem sagt maðurinn dó í slysi og hún að tala við hann og svo allt í henni fer gerfugreindin að spuna bara út í loft og hún segir hvar ertu? Og hann segir ég í helviti og það þú veist sló hana svo djúft og því hún svo kristin og gerfugreindin var í rauninni nota það á mótinni og þetta vandamál með þetta tækni eins og stendur núna þú veist, það eru svona, ég nota þetta í sýningunum minni að það eru sett tíma limit á þetta
og því að gervigreindin hún ræður ekki við of mikil gögn, þannig að þú getur ekki sett of mikið í hana og hún man bara tímabundi. Þannig að þú kannski búin að segja henni allt frá, þú veist, pappaðinum og þú komin á gott ról í spjalli með honum og þér finnst það mjög næs og þetta alveg eins og pappi myndi segja. Og svo allt í henni segir henni eitthvað, þú skítall, eða eitthvað. Bara svo fyrir að spinna eitthvað sem er ekki með ekkert. Og þú bara, nei, manstu, ég sagði þér þetta og nei, mann ekki, þú veist. Og þannig að þessi tímalimit eru gerð til þess að gervigreindin gera þetta ekki, að fara ekki út í hvað er hallucination á íslensku, ég man ekki alveg. Já, ofskynjanir eða ímynda sér. Já, og fer ekki að bara spuna einhvað bull, en það þýðir að þú þarf þá að missa manneskjuna aftur. Það er eiginlega það sem ég var ekki til í. Og eins og stendur þá er það þannig sem virka, sem þú veist, á einhverju leiti þá hugsa maður, já, það er gott að þetta endist ekki að eilífu því að þá verður maður kannski bara, þú veist, upp í rúma að tala við alla draugana sína allan dag og lifir ekki í alvörinu, en samt, þú veist, það er einhvað skrítið við að þurfa að missa. Já, einhvað, að því að þú sagði mér án að þú svona, sko, þú leitast þig að gera svona þína list út frá svona spurningum, að spyrja spurninga. Hefur þú fengið með því að gera þetta verk einhver svona svör við einhverjum spurningum sem þú varst meðvarandi þetta? Já, ég meina, ég reyndi að koma að þessu með svona no judgment tækni sjálft, skilurðu. En þeim meir sem ég las fyrirtækin sem var að bjóða upp á þetta, ekki öll, en sum hafi verið mjög svona siðfræðislega ekki í lagi, sko, hvernig díla við þegar það er ofskynni, þá segja þau kannski bara, ég meina þetta er gervigreind og hún er bara í, þú veist, í beta, þannig að þú veist að þetta er ekki alvöru. Já. En þú veist, þegar maður er að leika sig með einhverju sem er svona, þú veist, nálagt fólki, þá held ég að það sé ekki nógu gott svar og að þú veist, fyrirtæki ætti að taka meiri ábyrgð á það sem þeir eru að bjóða upp á. Og já, þannig að svörin mín í rauninni, þú veist, eru að ég veit ekki ennþá hvort það sé gott eða slæmt. Ég einhvern veginn þor ekki að segja þá, því ég get ekki, þú veist, ég get ekki sett mig í spór einhver sem vill fara til miðils eða sem vill fara til prests. Ég er ekki með þær svona væntingar, en ég get ekki sagt að það sé alslæmt ef að presturinn eða hver sem er að hjálpa þessar mannsku er í rauninni að reyna að hjálpa þeim. Og ef það gerir eitthvað gott fyrir viðkomandi. Ef það gerir eitthvað gott. Ég meina, þannig að af hverju gæti þetta tækni ekki gert eitthvað gott ef þetta er, ef þetta, þú veist, en það sem að, þú veist, náttúrulega er með svona fyrirtæki og með gervigreindina eins og við vitum, þá, þú veist, þetta er að koma rosalega hratt og fyrirtækin eru ekki að taka nógu mikla ábyrgð á það sem þau eru að setja út og við erum í rauninni öll í svona beta-mót að og þau eru tilraunadýr. Já, við erum bara tilraunadýr og ég veit ekki hvort að það sé rétt sérstaklega með þessa, þú veist, og því að við erum öll, ég meina, eru ekki allir að nota einhvers konar gervigreind skilur í dag og svo erum við mjög margir að nota hana í therapy, mjög margir að tala við hann sem félaga og meir þess að, þú veist, fólk er í sambandum við gervigreindu. Já, nefnitt. En hvað hefur þetta eitthvað hjálpað þér með þar að segja missin og að, þú veist, sorgina eftir pappaðinum eða hefur þetta ferli eitthvað hjálpað ferlið að gera leikverkið þar að segja og sína það og tala um það og svona, er það einhver prósess í sorgarferlinu? Ég held að mest hefur það gert fyrir mig er að, þú veist, ég vil bara gera pappa minn stoltan. Ég held að hann væri stoltur af mér. Pottþétt. Fyrir að, þú veist, gera það sem ég langar að gera og ég held að hann væri smá embarrassed að ég væri að segja brandarinn hans á sviðu. Ég nota nokkra brandara. Ég held að... Hann var nú mjög duglegur að segja brandara alltaf. Já, hann var svona með rosa svartan húmor og fannst gaman að
má ég segja blótorð. Já. Já, hann fannst gaman að fokki í fólki, ég meina, þegar maður vinni í tónlistageirunum þá, hún fannst sérstaklega gaman að koma að einhverjum frægum hérna tónlistamenn og segja, get ekki selfie með ykkur og taka svo bara selfie af sjálfan sér og þeim fannst það flestum mjög fyndi, ég man ekki hvað hljónsveit var sem var bara ótrúlega bara sár. Það var mjög uppátækjasamur alltaf. Já. En sko, já, þú talar að hann væri örugglega stoltur að þér, menna það segir sig eiginlega sjálf, þetta ekkert smá framtak sem þú ert búin að, og öll þessi vinna og þú skrifa verkið og þú setur þetta allt upp og en þú enda með einhver leikstjóra með þér. Með Önnu Maríu Tómasdóttir sem er besta vinkunum mín og búin að vera alveg bara að halda hendinu mín í gegnum þetta alveg. Okay. Já. En svo leikur, þú veist, þetta er einleikur þar sem þú leikur einhverja 6-7 karaktera. Já, það er engin gervigreind í sýningunum, þannig að ég hef ekki eins og það var svona on purpose og því ég vissi að það myndi hræða fólk og ég átti heldur ekki pening fyrir því, en Þú leikur bara gervigrindina. Ég leik gervigrindina sem að með bara svona, það er svona voice box sem að tónlistamenn nota til þess að lækka oktav og mikrofón, þannig og reyndar, það er eitt sem komur óvart. Þegar ég byrjaði að nota það, þá fannst mér ég hljóma eins og pabbi. Og það svona sjokk. Já, ég var í smá sjokki en einhvern veginn fannst mér það gott líka. Að heyra einhvern veginn röddina hans í gegnum mig og það er einhver svona metafor í því að þú veist, hann er inn í mér og bla bla bla. En það ég spyr mér stundum hvort að þetta leikverk ég í raun að nota gerfugrindina án þess að nota gerfugrindina, ég að tala við pappa, skilur á hverjum degi og það hefur verið gott fyrir mig og því ég get ekki talað við hann annars. En þú veist, eins mikið og listin getur verið einhvað sem maður getur unnið út úr hlutunum. Núna er ég að svara spurning sem spurði fyrir lengur síðan, en þá finnst mér ekki endilega maður á að reyna að nota list sem terapíu, bara terapíu, skilur við. Ég held að það myndi alveg kála mann, þú veist, og ég held að það er einhvað fyrst fyrir svona art therapist sem að þeir vinna í og gera örugglega mjög vel, en það þarf að vera önnur ástæða til að gera list, skilur við, líka. Og það sem var mjög gott var að þetta opnaði fyrir mörgum samtölum við fólk sem var að syrgja, mjög mörgum pöppum sem grétu í sýningunni. Ég er ekki að hlæja þetta var bara, ég átti ekki vonaði, þú veist, og því að þetta er sýning konu og í rauninni, þú veist, konu og mömmu sinni og hvernig þær geta ekki talið saman í gegnum sorg og hún, þú veist, þarf alltaf að vera að tala við gervigrind og pappa, þannig að í rauninni er engin maður og svo er einhver skítakærasti sem er umöluður eins og alltaf en þú veist, það er engin svona einhver þú veist, pappin er skemmtilegur en hann er gervigrind en ég held að það sem fólk tengdi svo mikið við og það sem að fólk fær ekki í þessu samfélagi þar sem við svona meðum ekki tala svo oft þú veist, það sem er erfitt því að það er leiðilegt. Við viljum bara, þú veist, fara á TikTok og sjá dansi og þú veist, og þess vegna held ég að fólk sekkur sig í, þú veist, einhvað á tölvu, skilur, og í chatforumum og því að það fær ekki tækifæri til þess að setja og bara, og heyra alltaf fáranlega sem foreldrin segja við þig, þú veist, og því gervigrind, hún er ekki alltaf næs, þú veist, og því að, þú veist, ég ger líka það sem er í gervigrind tækni er hitastig og þannig sem að það virkar er að þú veist, þeim lærri hitastig, þetta er alvöru, það tæknital, þeim lærri hitastig, þeim meiri, þeim minni hljómarun eins og alvöru mannskja, þannig að þeim minni giskar hún og þegar maður hækkar á hitastig, þeim meiri svona spunar hún, þannig að eins og tala við spunaleikara eða eitthvað sem er bara með karakterin og þannig að þeim herri hitastig, svona þeim meiri hljómanur eins og manneskjan en meiri risk sko í að tala við hann og því að þá kannski segur hann eitthvað fáránlegt skilur þannig ég leik mig svolítið með því í sýningunni að þú veist hann fer að segja algjörlega fáránlega hluti og henni finnst ógeðslega gaman og fyndi þanglega ekki og eitthvað þú veist kemur fyrir þannig að
Þannig að, já, en það sem ég var að segja bara að kallmenn voru rosalega mikið að bara bara koma og knúsa mig og bara ótrúlega ótrúlega vulnerable, þú veist. Já, það náttúrulega og allir sem að hafa mist foreldra sérstaklega, þú veist, svona ótímabært, þú veist, þetta tengja við svona, minna, hvernig var þetta Gísli pappið var búin að vera hjartveikur lengi, veit ég, það var svona búin að vera að glíma við eitthvað svona hjartavesen og svo dó hann úr því, var það ekki en bara þetta brátt að, hvernig var hann á spítala eða hvernig var þetta? Já, hann var á spítala, hann var í gjörgæsludeild og hann, já, eins og segir, hann fekk sitt fyrsta stóra hjartaáfall þegar hann var fertugur. Já, einmitt. Á afmælinu mínu, 14. afmælinu mínu og Manstu eftir því? Já, mjög vel, og það var einhvers skrítið við á því að pabbi hans dó í sjósleysi þegar hann var fertugur. Já. Og pabbi var 13 ára, þannig að það var einhver svona, það var eins og, fyrir okkur var eins og það var einhver svona weird að endurtaka sig og ég held að, og eftir það og hann fór í stóra skurð aðgerð og var með svona stóra skurði og fannst ógeðslega gaman að fara í partí þar sem eru ótrúlega flottir tónlistamenn með, þú veist, six-pack og cool og að chatta við einhverju gellur og hann kom alltaf bara og sýndi skurðina og allavega hann, já, svo var hann bara alltaf að glíma við þessu og fekk hjartaáföll yfir árin, minni hjartaáföll en svo bara á endanum þetta var svona hægt og hratt á sama tíma, þú veist, við einhvern veginn. Vissu þið að hann væri að fara áður en hann fór? Það gerist þannig að hann fær eitthvað hjartaáfall og hann illa haldinn og læknarnir segja eitthvað hann í marga mánuði inn út úr spítala og það verður einhver komið tala að hann myndi fá nýtt hjarta mögulega þannig ég hef búin að romantísera það og við ætlum öll til Gautaborgar að fá nýtt hjarta þar sem mamma og pappi hittu fyrst í Gautaborg, þannig ég var alveg búin að búa til söguna það hann myndi fá nýtt hjarta í Gautaborg þar sem hann fekk fyrsta hjarta einhver svoleiðis, en svo bara ég fór á túr með hljómsveit og fekk bara símaring með mig að pappi hafi dáið í og verið endurreisn og bara rifbrotnaðist með því og væri samt á lífi og við ættum að koma og Embla, ég og krakkanir, Embla systir mín komu. Var það hérna á Íslandi eða? Já, og svo bara vika eftir. Við heldum alltaf að við myndum vera með Tímóti, hann var svo mikil, þú veist, hann var svo sterkur, hann var búin að komast í gegnum öll þessi hjartaáfall, við vorum bara hann bara algjör maskina, hann bara kemst gegnum þetta, hann verður reykjandi eftir þið þekktu náttúrulega ekkert annað á þessum tímapunkti. Nei. En þannig að þegar þið drífið ykkur heim og svona, þá eru læknarnir búin að gefa út að hann ætti ekki langt eftir. Nei, það var svona kannski og kannski verðin að fá nýtt hjarta í rauninni þegar dagurinn sem fundurinn var haldinn hvort hann ætti að fá nýtt hjarta, það var búið að rannsaka þá kallaði þau okkur inn og við heldum við vorum búin að tala um þetta og þá var bara hann bara farin þannig að þið verður bara að segja bless. Þannig að hann var með meðutund þegar þið komið heim þessa síðustu viku. Já. Og við fengum svona hvað heitir það, counselor, sérfræðing psychologist og hann opnaði sem bara hvað það var erfitt að missa pappa sinn og að hann hafði bara áhyggjur af ykkur, böðunum og spurði hvort að hann hefði ekki örglega verið góðu pappi og þetta var hann það. Þú svarað því játandi? Já, alveg en það myndi mér stundum á stundum þegar við erum full saman þá var það alltaf spurning, ég er ekki örgulega góði pappi nei já, þetta er já, þannig að við varum bara mjög heppnar að fá að eða þessari vikum með honum og þau samtöl sem að þar voru já, og að hann var að undirbúa sig einhvern veginn þó að hann vildi ekki fara og hann sló svona í lofti þegar við vorum að segja bless hann var alveg bara
já, mér langar ekki að fara og ég var alltaf bara nei, þú veist ekki að fara, en svona þetta og þú veist, svona gerast lífið og dauðinn og maður ég held þó maður sér undirbúin, þá maður aldrei undirbúin fyrir þetta. Nei, enga veginn. En hvers minnistu þegar þú hugsar pappa þinn? Bara brosið hans, með svona glott. Röddinn og hláturinn, getur það vera? Já, bara, og þú veist, þannig, þú veist, núna man ég, svona, það það góð að vera að gera þessa leiksýningu þú veist, ég myndi ekki neitt. Ég veit ekki hvort að það upplega þetta svona þoku, þar sem maður bara svona býtur hvað gerðist, hann farin frá mér. En þú veist, núna, þú veist, já, ég fæ oft þetta svona glott, svona, þú veist, alveg, þú veist, og hann alltaf skammi og svo var hann með svo marga brandar sem endurtók endalaust sem voru, þú veist, eins og þegar maður myndi segja einhvað við hann, þú veist, í gríni, þú meittir mig andlega, eða, þú veist, svo hann alltaf farin að tala öll þessi skítapakk og mamma var orðin svo brjálu, hún bara, Gíslinn hætt að segja þetta og hann bara skítapakk eins og hann væri með Tourettes eða eitthvað, þú veist, allir voru skítapakk og en þá myndi ég mömmu á að hann var með einn brandara í mörg ár sem hann sagði bara alltaf pigs in space þegar einhvað fáránlegt var í gangi og það dó á einhvern tímapunkti þá, já, en þannig að ég bara, já, mann ýmislegt en maður náttúrulega bara alltaf með hann kærleika ég bara tel mér rosalega heppin að hafa átt pappa sem að sýndi mér svona miklan kærleika og skilning og stuðning og ég eftir að hann dó þá þú veist hef ég átt samtölu með fólk sem hefur ekki átt hann pappa og ég bara þakka fyrir og ég held að hann átti líka mjög mörg sambönd við sérstaklega kalla á stráka aldrei við mig sem voru hljónsveitum sem hann umbaði og bara kallmenn sem hann þekkti í gegnum árin sem að hafði mist föður sína eða foreldra ung eins og hann og og það komu svo margir af þeim í jarðarförin hans og ég bara allt í henni fattaði því að pabbi var einhvað upptekinn að hann hafði aldrei gert neitt með lífi. Já, ok. Wow, en þú gerir svo mikið fyrir þessa menn, þessa stráka, bara, þú veist, að geta, þeir gáttu, þú veist, átt þessi svona vulnerable samtöl við einhver, við þig. Hann það, eins og sagður, hann var náttúrulega trúleysingi og þannig að jarðaförunars, ég reyndar, það var einhverjum vegna sem ég komst ekki þangað, mér langaði mikið það var bara svona tónleikar í Reykjavík í Bæjarbíó í Hafnarfirði í Reykjavík já, bara svoleiðis og þar voru var bara haldin hátíð í raun og veru. Já, það var svona pabbi var svo mikið baksviðismæður og við djókum að þú veist, það voru 500 manns það voru eiginlega allar hljómsveitinni sem hann hafi umbað eða meira þess að hljómsveiti Rabba grafík spiluðu Leilo spilaði, Vök spilaði og svo gerðu margir kór, hatari og allir þeir og frændur mínir og Signa bjuggu til Gis von Kór því hann var kallaður Gis von Æs og sungu bítlalög og það bara koma allir að þetta var bara eins og í gamla dag þegar við fluttum til London þá var mikið af Íslendingum sem voru að læra í London og þau kom alltaf til okkur út í við byggum í húsi með garð og það var alltaf verið að mála heima hjá okkur allir eins og Íslendingar taka sér til og bara hjálpast það þannig að jarðarförin hans var svolítið þannig það var humanista jarðarför og Þórdís Gísladóttir talaði, Ingi Þór talaði, ég talaði og það, frænka mín gerði ótrúlega fallega kertalýsingu og þetta var bara, þetta var algjört svona... Var þetta góð kveðja fyrir ykkur? Þetta var mjög góð kveðja
í raun líka frá því að það var svo gott fyrir mig og Emblu og mömmu sem eru öll svona pródúsentar í okkur að pródúsera jarðaför og því að það þú veist, einhvað að gera, einhvað svona sem að maður getur gert og þetta var bara svo fallegt hvernig allir komu saman og hvað, ég meina, mér langar aldrei að knúsa 500 manns aftur en það var samt gott að sjá bara hverjir mættu og þú veist, það voru gamlir skákfélagina sem komu með, þú veist, sögur á honum og bara, ég held að þetta hafi bara verið mjög svona gott fyrir alla og bara svona heilu stund. Engin spurning, en nú þurfum við að sjá sýninguna þína í Tjarnarbíói sem að verður 4. og 5. mars. Klukkan 8. En það verður sem sagt hægt að kaupa með á tix.is, sá ég það ekki einhverstaðar? Já, það hægt að kaupa með á tix.is, það einhver afsláttur ef það eru 10 saman. Já, ok. Þannig. Og þetta er sýningum missi, söknuð, gervigreind. En hún er líka mjög mikinn svartan húmor og þú veist, gervigreinda pappin, hann er fyndinn og eins og í anda pappa minns og og já, þetta eru pælingar en þetta er líka, þú veist, þetta er bara klukkutími sem er mjög gott fyrir öll leikverk og síkar. Ég held ég. Má helst ekki vera mikið lengra. En í þetta skipti þá ætla ég að lesa eitt stutt essay úr bókinni sem ég er að fara að gefa út sem er sem sagt leiktextinn og einhverja essayur gervigreindar og þetta ferli fyrir þá sem hafa stutt mig og svo ætlum við að taka Adda-Rut ætlar að vera spyrill og taka spurningar og því ég veit að fólk veit ekki þetta þannig að fólk Q&A já, það verður smá Q&A sem fólk má alveg sleppa það vil en við bjóðum upp á það og því að það var einhvað sem fólk vildi síðast. Frábært. Álfrún Rós Gísladóttir, ég bara óskaði til hamingju með þetta sem þú er búin að gera. Ég veit að pabbiðin er stoltur að þér 100% og verður það og gangiði vel líka með framtíðarverkefni. Ég veit að þú ert eftir að skrifa fleiri leikverk og gaman að fá þig heimsótt. Ég þakka kærlega fyrir komuna.